Þín útivist, þín ánægja. Já, komið sæl. Það lægð hér rétt suðaustur af landinu á vindátt hefur verið norðaustlæg í dag. Fengið bjartviðriskafla hér vestanlands en öðru liti verið að mestu liti skýjað en eins og svo oft við þessar aðstæður þá verður nú hlýjast á suðvesturhorni landsins og þar slagaði hiti í 19 stig og rétt rúm 19 stig og gerði þá Eyrarbakka. En það svo sem ekki mikið sem að breytast í hvað var það svona stöðuna við þessi lægð hér rétt suðausturundana hún svona heldur velli til morguns og þessum verður áfram norðaustla átt hjá okkur að megnunum til og úrkoma á köflum þá norðan og austanlands. Eitthvað þá dregun samt sem ára aðeins úr þessari norðaustan gjólu þá þegar að líða tekur á morgundaginn. Og á hitasviðinu þá sjáum við það svo sem ekki heldur mikið að frétta hvað var að hitafarið. Það verður væntanlega svipað hjá okkur á morgun og svona væntanlega fáum við hámarksita þó hér suðvestanlands um 18-19 stig en hiti norðan og austanlands og sérstaklega út við ströndina verður væntanlega eitthvað í kringum 10 stigin. En við skriðum hér nær og sjáum að það eru þetta þrýstilínur yfir landinu til þess að gera þetta þrýstilínur og við sjáum hér góða strengi svona víða land og úrkomu norðan og austan til hér klukkan 19 í kvöld og ef við keyrum hreyfimyndun og þróun til morguns þá sjáum við að staðan breytir svo sem ekki ríkja mikið til morguns. Helst að sjá að verið gerir bjartviðriskafla hér suðvestan og vestarlands. Það verður skýjað og rigning á norður og austurlandi allan og svona á köflum eins og það kallast. Hitatölur þá klukkan 14 morgun verður þessa leið við sjáum að þetta í kringum 10 stig á norður og austurlandi. Við fáum hér svona 16, 17, 18 stig hér á suðvesturhorninu og síðan þróunin fram til fimmtudags þá eins og sagði þá svona dregur aðeins og vindi annað kvöld og það kemur hér lægðadrag inn á suðvesturhorni þá þegar líða tekur á fimmtudaginn og munum þá rigna víða hér sunnan til á landinu og dregur það úr úrkomun fyrir norðan og léttir hugsanlega til þar einnig allan og svona staðbundið og klukkan 14 þá á fimmtudaginn og þá sjáum við að hæstu hitatölurinn þá að finna norðanlands 15, 16, 17 stig á meðan hitatölurinn svona að öðru leyti mestu leyti þetta 10 til 15 stig og síðan fyrir okkur nær helgin og við sjáum það sem eftirlifi fimmtudagsins þá rignir nú víða hér sunnanvert landið á fimmtudags kvöld og getur alveg gert talsverð úrkomu þar staðbundið en þegar líða tekur á föstudaginn þá dregur nú töluvert úr vindi hér sunnan til á landinu og verður bara pollrólet veður þó vissulega getur gert skúrir þar á föstudag en það liggur þessi norðaustastrengur yfir Vestfjörðum og þar viðbúið að það geti inn ringt nokkuð duglega sérstaklega á norðanverðum Vestfjarðakjálkanum. Hitatölur föstudagsins því á þessa leið svona 10-15 stig að mestu leyti sumstaðar í við svalar þó úti við strönd landsins. Og hvað var að laugardaginn þá ætlar að verða hér lægðadrag yfir landinu þessi lægð hér rétt norðaustur af landi og svo önnur hér suðvestur af og því svona víða skýjað og geta ekki skúra leiðingar bæði vestan og norðan til á landinu en ætti að vera bjartast þann daginn á austur og suðausturlandi sem hitatölur verða væntanlega þó hæstar. En hvað var það veður í Evrópu og þá nú svona dálítið risjótt tíð í kortónu fyrir morgundaginn hér í vesturhluta Evrópu. Við sjáum það á við Bretlandseyjar og vesturhluta Evrópu, Amsterdam, Holland og allt niður til Parísar. Við búið að gera þrumuveður, búið vera hlýtt og stabilt veður á Balkanskaganum að undanförnu og hiti vel yfir 30 stigum en þar nú skúraleiðingar í kortónu fyrir morgundaginn og öllu lægri hitatölur en þegar við leitum hér til vesturs þá sjáum við hitin nú svona almennt séð á Spáni í kringum 35 stig og sólríkur dagur í vændum en í norðvestur héruðum Spánar sem og í norðurhluta Portúgals getur gert nú skúrir á morgun. Nokkuð hefðbundi veður á Kanaríum og endur síðan hér yfirferðina í Norður-Ameríku 30 stig hiti hér í Suðurríkjunum þrumuveður víða á Flóridaskaganum
og sól út yfir vesturströndina. Segðu gott að vera í dag. Verið þið sæl.